Tungl. Hingað til hafa fundist 172 fylgihnettir eða tungl á braut 6 reikistjörnur sólkerfisins. Sum eru stærri en reikistjarnan Merkúríus eða tunglið okkar, en önnur eru agnarsmá. Ítalski stjörnufræðingurinn Galileo Galilei fann fyrstu fylgihnettina utan jarðar í janúar árið 1610 þegar hann skoðaði Júpíter í gegnum sjónaukann sinn og fann 4 tungl. Síðan þá hefur fjöldi annarra tungla fundist í sólkerfinu og hefur þáttur gervitungla reynst drjúgur í að leita að þeim. Tunglin eru mörg hver afar áhugaverð og á öldnum yfirborðum þeirra er myndunarsaga sólkerfisins geymd. Sum hafa lofthjúp, til dæmis Títan við Satúrnus og Tríton við Neptúnus. Önnur hafa segulsvið, til að mynda Ganýmedes við Júpíter og annað Júpítertungl, Jó, er eldvirkasti hnöttur sólkerfisins. Undir þykkri ísskorpu Evrópu við Júpíter gæti leynst haf og jafnvel líf og á Ganýmedesi finnast einnig merki ísflekahreyfingar. Smæstu tungl reikistjarnanna gætu verið smástirni sem þær klófestu með þyngdartogi sínu snemma í sögu sólkerfisins, til dæmis Phobos og Demos við Mars, fjöldi tungla við Júpíter, Satúrnus, Úranus og hugsanlega Nereit og fleiri við Neptúnus.